Föt eru einnig valin út frá löngunum hvers og eins. Hver sem getur valið að klæðast kjól til að sýna fagmennsku eða klætt sig afslappað til að vera þægilegur. Aðrir gætu klæðst einhverju öðruvísi til að efast það sem ríkjandi. Að klæða sig samningaviðræður milli innri gilda og langana sem og ytri þrýstings. Litafræði og áhrif hennar á sjálfstraust. Litafræði snýst ekki bara útlit, hún hefur einnig taugafræðileg og tilfinningaleg áhrif. Samkvæmt vísindalegum rannsóknum geta sjónræn áreiti eins og litir valdið viðbrögðum í möndlunni, þeim hluta heilans sem ber ábyrgð á tilfinningalegri úrvinnslu. Litagreining, sem greinir liti sem auka náttúrulega fegurð okkar, getur stuðlað að fegurðartilfinningu innra með okkur. Þegar einstaklingar klæðast ánægjulegum litum getur það aukið sjálfstraust og því viðstaðlaðandi. Að auki flytja litir lúmsk skilaboð. Sumir litir flytja fágun og alvöru, en aðrir gefa til kynna opinskáleika og sköpunargáfu. Jafnvel lúmskir litir eins og gulur eða grænn geta hjálpað til við að hafa áhrif á viðhorf manns til hins betra og aukið tilfinningaleg viðbrögð við fötum. Skilningur á litafræði veitir einstaklingum verkfæri til að sigla bæði innri ástandi og ytri samskipti af sjálfstrausti. Gagnrýnendur halda því þó fram að sálfræðileg áhrif lita geti verið ofmetin. Áhrif lita geta verið mjög mismunandi eftir einstaklingum og eru oft undir áhrifum samhengis, menningarlegs bakgrunns og persónulegrar reynslu. Að framkvæma litagreiningu fær fólk til að líða vel með sjálft sig, sérstaklega þegar litaval tengt við líkamleg einkenni eins og húð og hárlit.